Náinn vinur varaformanns stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur fær á aðra milljón króna á mánuði í greiðslur sem ráðgjafi fyrir Rey. Segum ekki næst frá því að náinn vinur og stuðningsmaður Kjartans Magnússonar varaformanns stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur fær 1,2 milljónir króna í þóknun á hverju mánuði fyrir ráðgjafastörf sem hann innir af hendi fyrir Reykjavík Energy Invest. Andri Ólafsson. Þorsteinn Sigurlaugsson framkvæmdastjóri og einn eiganda fyrirtækisins Sjónarandar. Mánaðamótin mars-apríl, skömmu eftir að Kjartan Magnússon var ráðinn stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, var Þorsteinn fenginn til að aðstoða stjórn Rey við stefnumörkun, en Kjartan var þar forstjóri. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru Kjartan Magnússon og Þorsteinn Sigurlaugsson góðir vinir og samstarfsmenn í pólitík. Kjartan lýsti þessum vinskap sem kunningsskap þegar fréttastofa hringdi hann í dag, en Þorsteinn Sigurlaugsson neitaði að svara spurningum vinskap sinn við Kjartan þegar fréttastofa hringdi hann í dag. Þorsteinn vill heldur ekki gefa upp hvað hann þiggur fyrir ráðgjafastörfin, en samkvæmt heimildum innan úr Orkuveitu Reykjavíkur fékk hann 4 milljónir króna fyrstu 4 mánuðina sem hann gegndi starfinu. Í sumar var svo gerður sérstakur ráðgjafarsamningur við Þorsteinn til 3 mánaða. Samkvæmt honum greiðir Rey Þorsteini og fyrirtæki hans 1,2 milljónir króna á mánuði. Samningurinn reyndar runnin út, en Þorsteinn sinnir enn ráðgjöf fyrir Rey og fær borgað samkvæmt honum. Lítið sem ekkert hefur komið út úr þeirri vinnu sem Þorsteinn Sigurlaugsson hefur unnið fyrir Rey undanfarna mánuði. En það skrifast kannski aðalega á hrun bankana, en með því urðu áætlanir og hugmyndir sem Þorsteinn vann að engu.